Bæn! Já, komið sæl. Ef við byrjum á að skoða yfirlitskortið að þá höfum við hérna lagð svona skammt fyrir Sunnaland sem er nú á leið hérna norður eftir og aðal úrkomusvæði fer nú hérna fyrir Austurlandin. Það verður nú áfram einhver úrkoma norður næstum til í nótt. En síðan kemur næsta lag til okkar á föstudaginn og hún kemur hérna úr suðaustri og þá kemur nú væntanlega til með að vera úrkoma frá henni á föstudaginn austanvert landið en síðan á laugardeginum að þá fer nú væntanlega að rigna meira og minna allt land. Ef við lítum á hitasviðið að þá nú svona dálítið kaldur pollir hérna fyrir vestanland sem er svona óþægilega nálægt okkur en við virðumst nú alltaf sleppa við hann. En þessi helgarlægð okkar, hún kemur aftur á móti til með að draga með sér hlýtt loft. Þetta eru þá restar af hitabylgjunni sem núna gengur yfir meginland Evrópu og þetta þýðir það að hitatölur á Austurlandi munu væntanlega að fara stigvaxandi helgina. En á morgun er gert ráð fyrir norðaustlægri átt. Það verður nú nokkuð skýjað en þó er nú gert spár að gera ráð fyrir að skýjahulur nái nú að brotna nokkuð vel hérna á suðvesturhorninu þannig að við komum nú til með að fá sól á því svæði og það verður líka hlýjast á landinu á suðvesturhorninu og það sem hitatölur gætu farið upp í 17-18 stig. En það má líka gera ráð fyrir að það verður nú svona einhverjar síðdegisskúrir hjá okkur og þá einkum hérna í uppsveitum. Nú ef við förum á norðvesturlandi þá nú gert ráð fyrir því að það verði norðaustan strekkingur á Vestfjörðunum sem eitthvað fram til degi, það verður nú svona allavega á miðunum og það verður þungbúið og má gera ráð fyrir einhverju úrkomu svona norðan til á Vestfjörðunum og hitatölurnar það verður nú svona í kringum 10-12 stigin. Ef við förum aftur á móti á norðausturhornið þá nú gert ráð fyrir að það verður nú svona mestu þurrt og sólin á nú kannski brjótast eitthvað aðeins fram, hitatölurnar svona í kringum 10 stigin. Aftur á móti á Austurlandi er nú gert ráð fyrir að það verði nú væta meira minna allan morgundaginn, það er nú svona fremur hæg suðaustleg átt og með þessar suðaustleg átt þá kemur rakt loft og má gera ráð fyrir því að það rigni svona eitthvað svona meira minna allan daginn. En hitastigið verður svona í kringum 13-14 stig og vindur verður fremur hægur. Nú síðan á föstudeginum að þegar að lægðin kemur hérna úr suðaustri að þá koma skilin frá henni hérna fyrst inn á austanvertlandið og það má gera ráð fyrir því að það rigni þá hérna austan til. Aftur á móti á Vesturlandi er gert ráð fyrir að það ná að vera bjartviðri svona fram eftir degi og þar verður einnig hlýjast 16-17 stig. En síðan svona þegar það líður á daginn þá fer nú að þykna upp og á föstudagskvöldið má alveg gera ráð fyrir að verði byrjað að rigna á Vesturlandi einnig. Nú síðan á laugardeginum að þá verður lægðin farin að þoka sér aðeins vesturbóginn og við förum nú svona að sjá svona gamalkunnuga suðaustanátt og með úrkomu þá sunnan og vestanvert landið en aftur á móti á norðausturlandi verður þá farið að létta til og hitatölur á hraðri uppleið. Nú síðan á sunnudeginum er nú gert ráð fyrir því að lægðin verður nú svona að greinast og eyðast og það verður þá væntanlega svona hæg breytileg átt á landinu eða svona hæg austlæg átt og það verður þá væntanlega hlýjast hérna áfram norðaustanvert landið. En á morgun verður sem sagt hjá okkur, það verður svona breytileg átt á landinu, einhver strekkingur á Vestfjörðum, það verða skúraleiðingar svona víða einhver mynd til landsins og hlýjast hjá okkur verður á suðvesturhorninu þar sem hitatölur gætu verið á bilinu 16-18 stig. En við skulum láta þetta duga veðri í bili, verið sæl.